Hæ, mig langar að fara yfir þessa skák í Drekanum sem var tefld á jólahraðskamóti TR 2024 sem var jafnframt minningamót Ríkharðs Sveinssonar. Í þessari umferð, sem var umferð 5, mætti ég félaga mínum Gunnari Björnssyni sem var þá formaður Skáksambands Íslands. Við eigum það sameiginlegt, ég og hann, að við erum báðir drekaskákmenn og höfum mjög mikið gaman að því að tefla þessar stöður. Og þess vegna langaði mér eiginlega að tefla þetta afbrigði gegn honum. Við tefldum fyrstu leikina og það er sem sér ekkert þá að segja. Hann lék snemma H4 og það skiptir í sjálfum sér engum máli hvort að hvítur byrji að leika snemma H4 eða senka því. Við viljum hvort sem er eiginlega alltaf svara því með H5. Hvítur leik biskup C4 og þá erum við komin út í biskup C4 afbrigði. Og núna erum við komin bara upp í típiska drekastöðu með biskup C4, riddari E5, hrókur C8. Og núna fór hann út í þetta beinskiptustu leiðina sem hvíti býðist, sem er að leika G4. Og ég hélt á þessum tíma í þessar hraðskáki, ég væri með þessa línu alveg á hreinu, en ég var það ekki. Ég var eiginlega of langt síðan ég hafði skoðað hana, þannig ég ruglaðist alveg heiftarlega í þessari skák. Það sem gerðist er að svartur drepur hér sem ég var með á hreinu, H5 og riddari drepur H5 og núna leika hann biskup H6. Til gamans má eiginlega minnast á að ef hvítur byrjar að leika hrókur DG1 þá má svartur leika drottning A5 og hugmyndin er svo einfaldlega ef það er drepið á G4 getur svartur einfaldlega drepið með riddara og þá valdar hann H6 reitin og hótar biskupnum á E3. Þannig ef hvítur leikur biskup H6 þá hélt ég fyrst að þetta væri leikurinn að drepa C3 sem ég myndi að hafi verið, en svartur reyndar ennþá skemmtilegri leið. Hann getur leikið biskup F6 og ástæðan af hverju við leikum biskup F6 er að við erum tilbúinir að gefa hrókinn skiptamunin vegna þess að við eigum skemmtilegt trikk til þess að vilja drottninguna. Ef hvítur drepur hér kemur riddari C4 sem er ekki ætlunin endilega bara skipta upp á biskupnum fyrir hrók, heldur að svara biskup drepur C4 með biskup G5. Og núna sjáum við að hvítur hefur enga leið til þess að verja drottninguna og þetta er bara koltöpu staða. Þannig að þetta er leikur í þessu stöðu drottning A5 á móti hrókur DG1. Hvítur leik hins vegar í þessu stöðu biskup H6 og hér eyddi ég smá tíma í þessar stöðu en ákvaða að leika E6 sem ég held að sé ekki besti leikurinn. Ef ég hefði leikið kongur H7 þá er ég eiginlega hálfpartinn að þvinga uppskiptin á G7 vegna þess að hvítur hefur engan hag af því að bakka með biskupinu og ef hvítur leikur eitthvað eins og riddari F5 get ég bara drepið með biskup. Þannig að hvítur verður að drepa á G7 og hugmyndin með þessum kongur H7 er að þvinga fram þessu uppskipti. Og næsti leikur hjá svörtum væri bara að leika hrókur H8 og gera hann kleift á að drepa á G4 og bakka með riddarinn hér án þess að sé eitthvað mát á hálínunni. En hvítur þarf að vera að skoða þessa línu og það lítur út fyrir núna eins og hvítur sé bara að opna allt. En það er hins vegar ekki þannig. Vegna þess að svartur getur einfaldlega drepið tilbaka, drottning G5 og riddari G6. Og eftir riddari F5 í þessari stöðu hér þá er einfaldlega hægt að drepa riddarann, E-drepur og leika E6 í þessari stöðu. Og ég held að þessi staða sé bara, ef við mismunum ekki bara unnin á svart vegna þess að eftir þessu uppskipti hér er svartur einfaldlega með 3 peð og allt tak á miðborðinu út af öllum þessum peðamassa sem hann hefur. Þannig að ég held að þetta sé bara gjörsamlega yfirburðastaða svart. Þannig ég sé ekki alveg hvert rétta framhaldi fyrir hvítan hér er. Kannski er einhver F4 leikur sem er skárri eða hrókur DG1 fyrst hér en þá myndum við örugglega svara þessu með því að leika hrókur H8 og þessi staða hlýtur að vera bara fín og svart. En ég ákvaði að leika E6 í þessu stöðu sem hann er ekki endilega slæmur leikur en hann er ekki besti leikurinn. Hugmyndin með þessum leik er að geta svarað
þessu plani eftir hróku DG að koma drottningunni hérna í vörninni. En mistökin hjá mér núna í þessari skák var að ég fattaði ekki að ég get bara leikið beint drottning F6. Ég hélt í smá stund að hvítur geti bara unnið drottningunum með að leika biskup G5. Þetta er staða sem ég hef séð margoft, en bara einhvern veginn í þessari hraðskák þá bara algjörlega fipaðist ég. Og málið er núna einfaldlega svo að við erum með örugglega allavega tvær leiðir til þess að vinna manni tilbaka. Eða ekki vinna manni tilbaka, heldur að losa okkur út úr þessu. Það er annars vegar örugglega hægt að drepa á F3 hér, biskup drepur og riddari drepur D2, og við eigum alltaf síðan uppskipting hér sem gerir það verkum að við erum ekki að tapa manni, og jafnvel í þessari stöðu kemur riddari D3 til greina og við drepum næst á D4. Þannig að ég sé eiginlega ekki drámt við þessa stöðu eins og hún er. En ég einhvern veginn sá ekki hvernig ég kæmi mér út úr þessu eftir biskup G5, eins og ég segi, þetta er bara einhver algjör yfirsláttur í þessari hraðskák. Ef hann hefði drepið hér, þá hefði ég drepið með drottningu, og eftir eftirbur riddari F6 þá er komið stað sem er, held ég, bara örlítið betra á hvít ef hún er það yfir höfuð. Ef hvítur leikur G5, leikur riddari H5 og svartur getur haldið áfram í þessu stöðu með að leika A6, B5, og við hótum meðal annars strax að drepa G4. Þannig að þessi staða er bara frekar góð eins og er. Ég leik í þessari kongur H7 sem er algjör afleikur, vegna þess að eftir drepið, eftir G4, þá er svartur einfaldlega að tapa bara manni, og hann getur ekki bakka með riddarann á þess að verða enda í mát, og ef hann getur ekki bakka með riddarann þá er hann bara að tapa manni. Þannig að þetta var frekar leiðilega endalok í þessari annars áhugaverðu línu í drekanum.